Já, Suðurland FM á 50 degi 20. Nei, það 2. mars í dag, við skulum ekki flýta þessu of mikið. Við heyrum þarna áðan í Sjóna Brink með lag sem heitir Viltu snerta mínar fingur. Það alveg við hæfi, því að við ætlum að fara að halda áfram að kynnast þeim flytjendum sem að keppa næsta laugardag í seinni undankeppni, söngvakeppni Sjónvarpsins og þar sonurinn Aron Brink á línunni. Blessaður og sæll. Hæ. Hvernig hefur það í dag? Bara rosalega fínt. Er nóg að gera? Herðu, já, það svolítið brjálæg dagskrá, svona Eurovision vikan. Já, svolítið þéttur dagur, kannski í dag og morgun? Já, það alveg pakka. Pakka dagar, sko. Já, nákvæmlega. Hvernig hefur það gengið? Hvernig hafa æfingar verið og fleira? Bara rosalega vel. Við náttúrulega byrjum rosalega snemma að bara æfa stíft og þá miklu þægilegra að renna inn í þessa viku, sko, og vera bara öruggur og ekki vera í stressi. Já. Með atriðinni, þannig að við erum bara svona í finniseringum núna í þessari viku. Ekki svona kannski eins mikil pressa þá? Nei, við erum svona alveg róleg með bara okkar atriði, sko. Við tókum frekar janúar og februar í að fara í það allt. Já, og þú sér ekkert eftir því? Nei, alls ekki. Það miklu þægilegra að vera búið með þetta frekar en að bíða með þetta eitthvað. Algjörlega. Og vera síðast á sprettinum. Það er eiginlega að geta anda bara með nefinu. Já, nákvæmlega. Þú ert náttúrulega, kemur af tónlistarfólki og heyrum þarna í Sjóna Brink áðan. Þú ert náttúrulega ert að safna í reynslubankan, búin að taka þátt í Voice og nú er það Eurovision. Líst þér ekki vel á þetta? Jú, bara ótrúlega vel. Það mann líka nýtir held ég alveg reynsluna úr Voice-unu að hafa verið í beinni og vinna með kameru og svona Gerði það ekki ótrúlega mikið? Já, mér fannst það hjálpa rosalega mikið. Ég vona það á sviðinu á laugardaginn að það muni hjálpa mikið að hafa verið í beinni og í Voice-unu og já. Segðu mér aðeins frá laginu sjálfu. Já. Lagið er sérst samið af mér og Þórunni Klausen stjúpammi og Michael James Down sem er vinur af Þórunnar út í Bretlandi og við sérst fáum, þetta fyndin sagði að við nefnilega síðasta vor þá erum við stödd bæði í barnaafmæli hjá litlu frænku okkar og þá heyrum við lagið Justin Timberlake's Can't Stop the Feeling. Já. Hann hefði vinsæla í fyrsta skipti í því afmæli og Þórunn horfir á mig og segir, vá, ég var til að búa til svona lag fyrir því að syngja. Og svo, já, var það ekkert úr því sumarið og það tók bara sinn tíma og svo var þetta eiginlega bara tilbúið í svona október og við hugsaum bara ef við ekki bara sendum því í Euro, frekar. Og ég vissi að sjáum ekkert því í dag. Nei, nákvæmlega. Þannig að það er ótrúlega skemmtileg hugmynd. Já. Hvað verðið mörg á sviði á laugardaginn? Við verðum 6 fullt svið. Það er ekkert annað? Já. Það er Aron Brink og síðan bakrættir eða? Já, það verða að segja 3 bakrættir og 2 dansa. Já. Og svo er ég með 2 dansara. Ok. Þannig að við erum 5 sem dansum. Þetta er svolítið alvöru? Já, þetta verður sprengja. Verður með vind og allan pakkan eða? Já, ég veit nú ekki hvort ég er með vindvel, ég þarf nú að safna hárið kannski það, en þetta verður rosa sprengja held ég. Já, það er frábært. Segjum að þú farir alla leið, flyttur lagið á ensku eða íslensku? Ég mun flytja á ensku, það mun að heita Hypnotized. Ok. Á ensku. Þetta er skemmtilegt, það verður gaman að fylgjast með þér á laugardaginn, Aron. Við ætlum að heyra í laginu Þú hefur dáleitt mig. Það er bara þannig. Takk fyrir spjallið, kæri vinur og gangið vel. Takk fyrir að hafa mig. Takk.